Sýningu hvernig maður setur inn hérna Skybox, maður fyrir í Window, Rendering, Lighting Settings og þá poppar upp hérna gluggi. Efst hérna getur maður farið hérna og valið Skybox. Líka hægt að draga það úr hérna listanum hérna í þennan hérna reit. Ef þið vilja hafa svona seamless texture á jörðinni ykkar, svona textur sem endurtekur sig, þá farið þið bara á Google Images. Þið leitað seamless texture og þegar komið með það inn í Unity og þá bara dragið þið það á yfirborðið og þegar það komið þá verður til mappa einu sem heitir Materials. Þar inni efnið og við þurfum að breyta þessu tiling hérna í kannski 3 og 3 eða eitthvað slíkt. Ef við ætlum að láta kameruna elta kúlun okkar og þá notum við forrit sem heitir fylgja leikmanni og við setjum það á kamerun okkar. Nú þurfum við veljum kameruna og þá sjáum við forritið hérna og við þurfum að segja forritinu hvað á að elta og við viljum að það elti þessa kúlu hérna. Og ef við viljum að kúlun okkar skoppi eða sé með svona tiltekið grip á jörðinni þá þurfum við að vera með Physics Material og það búið til með því að fara hérna í Create og finnum hérna Physics Material og þá getur maður sett inn hérna til dæmis 1 fyrir bounciness. Þá skopar hann eitthvað. Síðan bara dregur maður það efni á kúluna og þá ætti það að vera komið. Asset Store, þá fyrir maður í Window, Asset Store og hérna getur maður að leita að einhver hlutum. Maður getur líka farið, maður stækkar þetta hérna, maður líka farið hérna í hérna þessar kategóriur. Hérna getur maður að leita að 3D hlutum, hérna getur maður að leita að audio og svo framvegis. Og ef þið setið inn hlut úr Asset Store, til dæmis hérna, og þá mun hann ekki hafa það sem kallast Box Collider. Ég þarf að setja hérna til þess að kúlan minn virki, þá þarf hann að vera með Rigid Body. Og allir hluti sem eiga að detta niður eða sem hægt að klessa á og ýta til, þeir eru með Rigid Body. Þannig að þið sjá hérna að þessi tunna hérna er ekki með Box Collider. Þannig að hún er með það sem kallast Mesh, þar sem hún sést, en það er ekkert að snerta hana í sjálfu sér. Þannig að við þurfum að taka hana og búa til Collider. Collider því það að maður getur rekist á hana. Þannig að við erum með tunnuna valda, förum í Add Component og við þurfum að fara hérna í Physics og hérna getur maður valið til dæmis Box Collider. Þá er Colliderin eins og kassi og það kannski hentar ekki alveg best fyrir þessa tunnu en skulum samt sem áður skoða þetta. Box Colliderin er þannig að hann er með ákveðna stærð og hann er með ákveðna staðsetningu. Þannig sjá að ég get fært staðsetninguna hérna. Ég ætla að horfa hérna á tunnuna. Þannig að hún þarf að vera svolítið stærri, þessi Box Collider. Hún þarf að vera breiðari á alla kanta. Ef við myndum hafa Box Colliderinn svona og hita play, þá sjáum við að ég rekst á hann hérna. Því þessi Box Collider er kassi, þá sér maður getur ekki hérna snert hornin almennilega á tunnunni. Það líka að fara hérna í Edit Collider. Þá getur maður farið hérna og dregið hliðina til upp og niður í staðins að setja inn ákveðnar tölur. Nú, ef við erum með hérna eitthvað prefab, það er að segja hluti sem endurtaka sig oft eins og gullpinningur eða eitthvað slíkt. Þannig ef við
til dæmis vil hafa þessa tunnu hérna að endurtaka sig aftur og aftur, og þá dreg ég hana í möppu sem heitir prefab. Og þegar hún er komið þangað að þá get ég dregið hana þaðan út allt. Og síðan þannig að ef ég er með prefab valið, þá get ég breytt prefabinu og þá breytist allt. Til dæmis ef ég set þennan bláa lit hérna, ef ég set það á þessa tunnu, verður hún svolítið ljótavísu. En ég get þá valið þá tunnu, farið hérna overrides og gert apply all. Og þá breytast alla tunnur. En ég get fikta með eina tunnu og síðan heimfært það yfir á alla hinnar. Nú ef þið vilja hafa lag í leiknum, þá eru þið bara með eitthvað lag hérna, MP3 lag, og þið bara dragið það einfaldlega á kameruna. Og þá mun lagið spila sjálfkrafa.